Þá hún komin upp á vegg, madamann frá Lómatjörn, sveitakonan sem að þar býr núna, Valgerður Sverrisdóttir fyrrverandi ráðherra og þingmaður. Og það komin nýr maður í brúna, eða með hvítum máum. Þorsteinn Pétursson heitir hann og við köllum hann bara Steinar P. Hann lærður skipasmiður, hefur verið lögga, skáti og ýmislegt fleira. Velkomin. Takk fyrir. Á ég að kalla þig Steinar? Endilega, ég gegn ekki öðru nafni. Þú gegnir ekki, það þýðir ekkert að segja Þorsteinn Sigurjón? Já, þá held ég að segja eitthvað að. En þú heitir Þorsteinn Sigurjón? Já, já. Og hvaðan kom þessi nöfn? Sko, frændi minn, Þorsteinn M. Jónsson, sem hér var skólastjóri, hann var bókaútgefandi og rithöfundur og mikill vinur pappa, þeir voru náskyldir, að pappa fannst endilega að hann ætti að fá nafna og ég var skírður Þorsteinn í höfuðið á honum og Sigurjón í höfuðið á Sigurjónu. Konu hans? Já. Já, þannig að, en þú ert hvorki skólastjóri né bókaútgefandi? Nei, hvorugt. Já, en þú ert húnamaður. Ég ætla nú ekki að tala mikið um húna, það er búið að tala mikið um það við þig. Nei, það er búið að fjalla svo mikið um húna. Já, þú ert húnamaður. Hvaða fyrirbæri húnamaður? Já, það eru þeir sem í félaginu, hollvinni húna og að snúast í kringum bátinn, þar í dagvistun og að vinna við hann og sjá rekstur hans og viðhald og siglunum. Og nýkominn frá Noregi? Akkurat. Hvernig var túrinn? Hann var hreint ævintýri, allt saman. Snorri Guðvarsson og konan hans, þau fóru með. Já. Og hann Kristjana, hún spilaði á söng. Já. Var þetta skemmtileg ferð? Þetta var mjög skemmtileg ferð og einstök upplifun fyrir okkur sem höfum unnið þarna hörðum höndum að fá að hitta menn sem fást við það sama og við. Já. Norðmenn náttúrulega anda í gegnum bátamenningu og strandmenningu og eru okkur að öllu leyti fremri í því. Af hverju erum við ekki betri í þessu? Já, þú tókst nú þátt í því ásamt mér að brenna sem flesta báta og brennum hér áður fyrr. Það var töluvert um það. Það var, við sóttustum eftir því, manstu, við náðum í nótabáta. Já, þessar stóru báta. Og þeir voru sagaðir í sundur og reistir upp og þetta var ótrúlegt. Já. Sko, Norðmenn gera þetta einhvern veginn öðruvísi, segir þú. Það er meiri tilfinningar, þeir hugsa mikið meira um þetta. Hvað gætum við svona helst lært af þeim? Sko, það er þeir eru svo meðvitaðir um það að varðveita þessa arfleifð. Varðveita gömul skip og gamalt handverk. Þeir eru enn að vinna með sömu aðferðum og hér áður fyrr í Sandefjörð, þar sem við komum. Nei, það var í Kristjánsand. Þar fórum við þar sem var verið að byggja upp meðal annars gamlan eikarbát og ég hefði aldrei séð það áður. Hann var negldur með eikarnöglum og ég fekk einmitt að negla eitt slík nagla. Ég talaði þarna við smiðun og ég sagði hann á það, þetta hefði ég aldrei gert og ég hefði nú neglt nokkra nagla í báta. Já. Og þetta voru mjög langir naglar og tilrendir með haus. Með haus? Já, þannig að hausinn var raunar tappinn sem endaði í byrðingu. Mjög gaman að sjá þetta og þetta var gamall leikabátur sem þeir að gera upp. Þeir líka líthöðrið í sjátt að við okkur liggur alltaf svo mikið á. Ef við ætlum að gera eitthvað, þá á það að vera tilbúið fyrir næstu helgi eða næsta sjómannadag. En þeim finnst ekkert óeðlilegt að þeir séu kannski 10 ára að gera upp bát. Eða lengri tíma. Við ættum kannski að líta þannig á það að þetta sé svona langtímaverkefni, taka báta, varðveita og þannig að þeir skemmist ekki frekar. Og gera það svo upp eftir því sem að fjárhagur og aðstæður leyfa. En eigum við eitthvað af þessum bátum? Já, við eigum svolítið ennþá. Eigum merkilega báta sem að, mér nú bara efst í huga María Júlía, skip sem Vestfirðingar söfnuðu fé fyrir og keyptu sem björgunarskip til Vestfjarða. Og býður þess, ég segi nú, að koma til Akureyrar og vera gerð upp hérna. Það María Júlía sem var varðskip? Já, var varðskip og björgunarskip, bjargaði yfir 200 mannslífum að ég best veit. Og náttúrulega Vestfirðingar sem eru miklu betur staddir í dag fjárhagslega, ættu bara að safna fyrir
því að láta gera þetta skip glæsilegt. Og hvar það? Það liggur á Ísafirði núna. Já. Er eitthvað talað það? Já, það svona, þeir eiga þetta safnið á Ísafirði á þetta og það svona ákveðin hópur sem að vill stofna það, svona hollvinasamtök. Þeir hafa meðal annars þetta hollvinafélag Húna sér til fyrirmyndar. Já. Og við erum búin að funda með þeim. Já. Þeir vildu vita hvernig við færum að þessu og ekki einir, við höfum fundað með aðilum á Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjum og víðar, þannig að það mikil vakning í þessu. Já, þetta að lifna. Þetta vonandi. En gaman hefði nú verið bæði með bíla og báta og ýmislegt svona fleira sem hér var til á Eyrinni eins og maður segir, að geta sýnt það í dag. Þú ert af Eyrinni? Ég af Eyrinni, já, nú eiginlega skiptist Eyrin, það voru Eyrin og svo voru Gleráreyrar. Við vorum aðeins ofar, þarna Eyrin byrjaði eiginlega efst í Eyravíkinum og þar niður. Og þar niður úr, já. Já, og svo vilja sumir hafa það, að svo kemur Tanginn. Já. Er hann neðan við Hjalteyrargötu? Hvar myndir þú segja Tanginn? Já, Tanginn er neðan við Hjalteyrargötu. Já. Það sem að hjallarnir voru og það. Já. En þú áttir heima á Gleráreyrum? Já, ég fæddur á Gleráreyrum 2. Foreldrar mínir Pétur Jónsson skóari og Sigurbjörg Pétursdóttir ásamt Boga bróður mínu Péturssyni. Þau keyptu hús á Gleráreyrum það var herinn sem að þar var braggahverfi en 2 hús voru steinsteypt og húsið sem þau keyptu var eldhús. Já, hafði verið byggt sem eldhús. Eldhús og mötuneyti, þessi 2 hús. Já. Og þau kaupa húsið og innrétta það og flytja þangað 1. maí 1945. Já. Og ég fæddur 27. maí í þessu húsi. Já. Þannig að þú væntanlega ekki fyrsta barnið sem og eina barnið sem fæðist þar? Já, ég skal nú ekki segja það, en ég er 14. barn móður minnar. Mamma átti 14 börn og tók þar að auki 1 barn sem að pabbi átti. Hann kom við sann á öðrum firði þegar hann bjó fyrir austan. Já. Og þar var til einn hálfbróðir okkar, Hjálmar Pétursson sem var úrsmiður hérna. Já. Og tekur hann bara nokkra daga gamlan og elur hann upp. Með allir í hjörðinni? Já. Munar ekki eitt? Mörgum fannst þetta náttúrulega allt og mikið og sjálfsagt hefur það kannski verið, en samt man ég aldrei eftir því að við værum á mörg. Nei. Og ég vil nú bara segja þið sögu, ég var náttúrulega litli strákurinn þarna og yngstur, ég er yngstur og ég fann það stundum hjá fólki sem var að segja við mig hvað mamma er mörg börn, hvað áttu mörg systkini? Já. Og svona og þetta var fólk sem að mér fannst það bara ekkert koma þetta við. Nei. Og ég þekkti ekki. Og lítið atvik, það var maður sem alltaf kom í heimsókn til mömmu á hverju hausti, hann var kallað Hrossakjötsjói. Hann var vestan úr Skagafirði. Já. Ég man nú ekki frá hvaða bæ, ég hafði nú heyrt að hann kemur og selur alltaf hrossakjött hérna. Og seldi mömmu alltaf hrossakjött. Og ég man eftir hún var á Borgunum og hann setti peningana alltaf í sokkin. Já. Og ég fylgdist með þessu strákur. Ég held að, ég þori þó ekki að segja, ég ímyndaði mér að hann hefði stundum verið svona kannski aðeins í glasi. Hann var mjög málgefinn og talaði mikið við mömmu og stundum man ég eftir því að mamma sagði, já, nú bara ekki peninga nú, þú borgar það bara næst því kem, svo koma næsta haust. Okay. Og þá var borgað? Ég sá hann aldrei skrifa neitt. Nei. En ég man eftir því strákurinn að hann var að drekka kaffi hjá henni og hann segir svo við mömmu, Sigurbjörg, hvað áttu eiginlega mörg börn? Hann vissi þá hann átti mörg börn. Og mamma segir hún það, að hún hafði nú eignast 14 börn og þessi sé nú yngstur. Og þá segir hann, og það svona hálsærði mig, hann segir, þú ættir allt og mörg börn, Sigurbjörg, það er ekkert vit í þessu. Og þá segir hún við hann, og ég var voða stoltur af því svari, Jói, hvert átti ég ekki eiga? Já. Og hérna. Já. En hvernig var þetta Þetta var nú ekki stórt hús. Nei, það var nú býsna mörg herbyggi.
Og það hafði engin sérherbergi, er það? Nei, það var nú ekki mikið það. Og ég man oft eftir því sko, svo var þetta náttúrulega opið fyrir alla Austfirðinga. Kom svo mikið fólki austan Eskifirði og austan Héraði, þau eru ættu austan Héraði og bjuggu lengi á Eskifirði, að það kom og gisti og oft voru margir gestir. Ég man oft eftir því sem barn að ég var jafnvel vakinn uppi eða fluttur hálfsofandi og vaknaði í baðkarinu. Það var bara sett undir mig eitthvað í baðkarið. Og þú látið sofa þar? Ég látið sofa þar. Já, þegar komu gestir? Já, þegar komu gestir þá þurfti að nota rúmið mitt. Já. Þannig sko ég er náttúrulega alinn upp í þessu fjölmenni og alltaf mikið að vera á margir heima og ekki óalgengt að það væri kannski milli 10 og 20 í mat og mikið eldað og hérna þannig að til dæmis þegar ég síðan gifti mig og flytt til konuna sko, þá fannst mér það bara tómlegt. Það var svona, við vorum bara 2. Ég var töluðum tíma sem ég tók mig að... Steini, 10, 15 upp í 20 manns í mat. Já. Hver eldaði? Mamma eldaði. Hún var mikill kokkur og þær systur mínar, þær voru náttúrulega heima, Maja og Lína. Og hérna, það var náttúrulega mikil hjálp í þeim og það var mikil eldamennska. En þið strákarnir, hjálpuðu þið í svona? Ábyggilega ekki ég allavega. Nei. Og það hefur nú verið stundum gert grín að því, ég hef verið svo mikið dekubarn sem ég hef sjálfsagt verið sko, vegna þess að sko, það var hugsað svo vel mann að ég man eftir því að ef maður ætla á ball, þá voru bara tekið til föthandamanni og skórnir bustaðir. Þá maður komið bara úlingsaldur. Og hérna, þegar ég gifti mig, þá hefði ég aldrei þurft að klippa neglurnar á tánum að mig sjálfur. Þær sáum þetta systurnar og hérna bara struku mig og þóðu mér. Hvað eftir að segja? Sáu bara þig? Já, enda ég var næstum því ósjálf bjarga þegar konan tók við mér. Já. Já, en þú hefur lært eitthvað af þessu síðan? Já, ég varð. En það var nú eitthvað meira þarna, það voru sko einhver svona verkstæði og verksmiðjur og eitthvað svona. Þórsamar og svo kom smuðstöðin þarna og síðan var þarna ölgerðin. Já. Og það var nú afskaplega spennandi að reyna að ná sér í öl þar, eða góðstrykki. Já. Og sumir í hópnum sem voru svona frakkastir, þeir náðu stundum í öl og síðan var einhvers staðar fórum við í felur til þess að drekka þetta. Hvað hét þessi drykkir, manstu það? Það hét krímsóda. Var krímsóda þarna? Já, og vallas. Vallas? Já, og ég man eftir því sko við tókum ekki tappan af. Við vorum bara alltaf með nagla og stein og gerðum gat í tappan. Og jafnvel tvo, sko, ef við vildum fá mikið úr. Það var gatað í tappan. Það voru gatað í tappan. Það sparaði hann. Já, áttum þetta lengur sko. Þetta lengur. Já. Þetta var svo mikið dýrindi. Já, en sko, þetta er ekkert bara leikur, lífið er ekkert bara leikur, það þarf að fara í skóla. Já. Og þá var, í hvað skóla? Ég fer í skóla hjá Jennu og Hreiðari og læra að lesa. Suður í þá... Það var í hérna... Gránufélagsgötu. Já, hvað hét hús? Þarna við Sjallan. Já. Hreiðarskóli, en húsið var nú kallað eitthvað, var það verkalýðshús, nei eða... Iðnaðar, var þetta ekki Iðnaðar? Já, Iðnaðar. Var þetta ekki... Ég man nú ekki, það er best að fullir það ekki. Nei. En ég fer þangað að læra að lesa og síðan náttúrulega í barnaskóla Akureyrar. Fer þangað og er alla barnaskóla aldurinn í barnaskólan. Og svo gagginn þar við? Svo gaggfræðaskólinn og síðan innskólinn. Steini. Það voru engin strætóar og pabbi náttúrulega ekki bíl og... Nei, það var ekki bíl. Labbaðir það bara í skólan? Já, labbaði í skólan. Og ég man ekki til það væri vandræði. Nei. Það var bara svo sjálfsagt. Og ég man ekki til það fjalli úr einhverju dagar. Fórstu heim í hádeginu kannski? Það var alltaf meira það maður kom í gagnfræðaskóla. Já. Barnaskóli, ég hérna... Já, það var annað fyrir eftir hádegi. Ég fór ekki að gera upp barnaskóla árin fyrir en ég varð orðinn fullorðinn maður. Og þegar ég er í lögreglunni og gerist forvarnafulltrúi daglega inn í skólunum hérna, þá upplifi ég það alla þessa breytingu sem hafði orðið í skólunum.
En Steini, tími líður. Nú þurfum við að hlusta á lag. Nú ætlar þú að velja eitthvað lag sem við skreitum með ljósmyndu frá þér líka. Já, sko, ég fór oft til Eskifjarðar sem barn og mamma og pabbi þau náttúrulega elskuðu Eskifjörð. Ég jafnvel þótt að það væri sárar minningar líka vegna þess að það hefði verið mikil fátækt og þau fara þaðan vegna fátæktar. Pappa býst svo gott starf hjá Skóggerðiðunar sem skósmiður, hann var skósmiðameistari. Og þau flytja til Akureyrar og þá svona eftir það rætist nú úr þeirra fjárhag. Og við fórum oft til Eskifjarðar og Eskifjörður var aðal staðurinn í þeirra minningu og hérað og allt þessi dásemdir þarna fyrir austan. Og pabbi orti svo skemmtilega texta kveðja til Eskifjarðar. Og þetta eitt af lögunum hans Valda á Eskifirði eins og kallaði. Já. Og stattu við stund á Hólmahálsi og mér langar til að láta spila það. Við skulum gera það. Stattu við stund á Hólmahálsi og horfðu yfir fjörð og byggð og sæ og lítu á hve fjallahringu frjálsir í faðmi sínum líku sér hver bæ. Það sérðu skrúð á stakki bláum standa sem stoltan tryggan út í dyra vörð. En vöttur gamli lýsir milli landa með leiftur kynni veg á Reyðarfjörð. Komið sæl aftur, Steini P. hérna hjá okkur. Þorsteinn Pétursson, fyrrverandi lögreglumaður, fyrrverandi, hvað ég að segja, skipasmiður. Já. Eilífur skáti. Alltaf, eitt síns skáti. Eitt síns skáti. Já, ávallt skáti. Hvaða lag var þetta, segirðu? Texti eftir pappaðinn? Já, stattu við stund á Hólmi að kveðja til Eskifjarðar. Já. Og mér finnst þetta afskaplega fallegur texti. Já. Og lagið líka svo gott. Orti pabbi? Já, pabbi, hann var svona góður hægringur. Já. Þú nefndir hérna, þegar vorum að tala í upphafi húna og bátasmíðina. Þú lærðir skipasmíð? Já. Starfaði eitthvað við það? 1962 var ég ráðinn á togara Harbakk hjá Áka. Hvað er gammal þá? Þá er ég að verða 16 ára. Já. Og verða 17. Ég var nú rétt með. Að ég byrjaði á togara 13 ára gamall. Ertu einn af þeim? Já, var 14 ára í fyrsta túrnum mínum. Og það var gott uppbyldi. Það voru góðir félagar á þessum togurum og kenndu mér margt. Og þeim tókst að vísa ekki að kenna mér að drekka brennivín. Ég var svona lítið fyrir það, ég veit ekki af hverju. En þeir hafa verið allir að vilja gera þér. Já, það er eflaust. En ég var ráðinn á togara 1962, átti að fara bara út þegar ég væri búinn með gagnfræðaskólann. Miðjan maí hjóla ég niður á Eyri og það eru opnað dyrnar inn á skipasmíðastöðina að Braggann. Þar er verið að reisa bönd á stóran bát, búið að leggja kjölinn. Er það ekki hérna grindin? Jú, það er svona næstum því beina grindin í bátnum að segja. Og þar er verið að reisa bönd og ég dvel þarna við og dáist að þessu og þetta var eitthvað sem ég líkaði. Og það kemur þarna maður og hann talar eitthvað svo bara elskulega til mín og við spjöllum saman. Hann var nú ekki alltaf gefið að menn væri að spjalla við svona unglinga og þetta var þá Tryggvi Gunnarsson. Við urðum miklir vinir. Það er nú ekki nema von að hann hafi spjallað. Já. Það var öðlingsmaður. Öðlingsmaður og bjó á Eyrinni í Norðurgötunni. Næsta húsi við mig. Já, og þegar ég kem heim þennan dag þá segi ég mömmu og pappa það, ég er bara hættu við að fara á sjó og ég ætla að læra að skipasmíðar. Það var nú svona, ég var búinn að ráða með á togara og það þótti ekki gott að standi ekki við það. Ég talaði svo við Áka sem að var alveg sáttur við það að ég færi að læra skipasmíðar. Og þar var ég í 4 ár, skipasmíðastöðinni, smíðaði meðal annars húna. Já, þú smíðaði húna? Já, og bátana sem þar voru eftir.
þar kemtist ég alveg einstökum öðlingum sem að voru þarna á skimmistöðum. Þetta voru náttúrulega alveg einstakir smiðir og ég segi nú stundum að því að ég nú að vesennast með húna í dag að mér finnst það svolítið skemmtilegt sko, ég sem var nú ábyggilega sko lakasti smiður, en ég hef aldrei verið góður smiður, ég var bara svona klambrari, að það skulle lenda í mínum höndum að vinna við húna í dag. Já, halda honum svona fallegur. Já, passa honum, já það eru aðrir sem að gera það er svo sterkur hópur við hann sem að vinnur hann og vinnur þarna og passar upp á hann og málar hann og gerir hann fína. Starfaður ekkert lengi við þessar skipasmiðar? Nei, sko, 1966, 1966 flytti til Dalvíkur. Þá var ég búinn að kynnast konu minni, henni Snjólu Ósk, sem er fædd í Skíðadal. Já. Dóttir Aðalsteins frá Kóngsstöðum. Já. Og Sigurlaugar sem var vestan á Hjaltadal. Hvað eigið þið að börnum? Við eigum 3 stráka. Já. Pétur Björgvin sem heit Jákni og Aðalsteinn sem er kennari á Litlu Laugaskóla, býr í Reykjadal og Jóhann sem er framkvæmdastjóri á KFUM og sér Hólavatn. Já. Og 3 tengdadætur og 9 barnabörn. Og 9 barnabörn? Já. Er það ekki bara ljómandi? Það er náttúrulega... Þetta er ekki ágætt árangur? Sko, það er náttúrulega ekkert sjálfgefið að eiga 3 drengi, 3 tengdadætur og 9 barnabörn og þetta er allt saman svo yndislega heilbrigt að, sko, og þakkarvert að það er náttúrulega alveg meiri háttar. Já, ég trúi því. Það er mikið að þakka fyrir þetta heilbrigði. Eitt sinn skáti, ávaldskáti. Já. Hvernig er merkið? Það er svona. Er það bara 1 putti? Nei, það eru 3 svona. Já, ég meina það tekið bara í litla. Já, það tekið í litla. Bara svona? Þetta er svipað honori hjá löggunni, sko. Það var bara, já, bara svona. Já. Komstu með einhvern svona hlut sem þú ætlar að sýna mér? Já. Baðið það? Já. Sko, það er náttúrulega skátahatturinn, gamli skátahatturinn. Hann náttúrulega hangir uppi í sumarbústaðnum mínum í dag, eða okkar hjónana í Skíðadal. Já. Og, þetta er eins og Baden-Powell? Já, þetta er eins og Baden-Powell og Tryggvi Þorsteins og þessir menn og Rikki Þóróld sem ég náttúrulega bara mikla virðingu fyrir. Já, og þessir... Og þessi hugsjón, skátahugsjónin, hún er náttúrulega alveg einstök og Hvenær keyptirðu þennan? Ég er ekki alveg viss um það. Ég gæti trúa að þetta sé bara síðan fyrir landsmót í 1962. Ég fór á landsmót 1962. Hvar var það haldið? Á Þingvöllum. Það var þetta ekki landsmót hér um daginn á Akureyri? Landsmót hérna í sumar og ég var ekki heima. Gríðarlegu fjöldi af ungu fallegu fólki. Já. Síðan er ég hérna með annan grip. Nú? Sko, ég var náttúrulega, hef aldrei verið neitt sérstakur námsmaður, var það ekki í skóla. En Einar Helgason, hann var handavinnukennari og myndmyndakennari og fleira og ég smíðaði þessa skál hjá honum og hann fékk mig til að trúa því ég hefði eiginlega bara gert þetta allt saman. En hann málaði á skálinn og þessi skál er búin að fylgja mér alla minn. Ég á nú ekkert mikið af svona gömlu munum. Ég er ekkert voðalega fastheldinn af svona gamla muni. Ég gef þá gjarnan og svona, en þessi skál fer ekki úr mínum. Það er gaman að smíða þetta og gaman að því að... Þetta er fallegt. Já, þetta er fallegt. Þetta er... Þú hefur þá, sem sagt, þú hefur hérna... Hjóinuna nú. Höggvið þetta sjálfur. Já. Með sporjárni og pússaði og... En þetta er svona eins og svolítið norskt. Já, hann náttúrulega hefur sjást gert heilmikið af þessu. Heldur það? Var þetta í Barnaskóla Akureyrar? Já. Barnaskóla Íslands? Já, Barnaskóla Íslands. Já. Steini, skátarheimingin, hvað hefur hún gert fyrir þig? Hún ól mig bara upp. Ég var ofvirkur skáti. Já. Ég var gjörsamlega ofvirkur vegna þess að í skólanum fékk ég ekki að syngja. Í skólanum fékk ég ekki að taka þátt í leikritum. Gengin í skátafélagskapinn, þar sem ég er boðin velkomin og fæ að gera þetta allt saman. Og ég náttúrulega var þvílíkur söngvari þar, söng út í 1 og tók þátt í allavegna leikritum og hvernig sem þau nú voru og bara hugsjónin og þar smitaðist ég að þessari hugsjón að vinna sjálfboðavinnu. Og það hefur alltaf gert? Já, leggja eitthvað til samfélagsins. Já, ég náttúrulega
var stundum svo upptekinn í sjálfboðavinnu að ég mátti ekki vera að því að sinna vinnunni. Þannig að það ekkert nýtt fyrir mér. Nei, voru ekki björgunarsveitir og hvað fleira? Gekk í björgunarsveitina til þess, flugbjörgunarsveitina, síðan náttúrulega stofnuðum við hjálparsveit skáta. Já. Og fyrstu fundirnir voru bara á heimili mínu þegar við vorum að ræða það. Og ég stofnaði hérna með því að stofna eitt Sankti Georgsgildi hérna sem eru fullorðnir skátar. Já. Og ennþá að taka þátt í því og yndislegu félagskapur. Já. Og þar verið að syngja þessa gömlu skátalög og hérna síðan var ég með því að stofna Landssamband íslenskra vélsleðamanna. Jaha. Og fleira sem að maður hefur. Og svo þetta að stofna Hollvinasamtök húna. Er það síðasta sem hefur stofnað? Já, það má segja það. Ég hef tekið þátt í því að stofna það. En þú ert komin á þann aldur út hættur að vinna? Já, ég hættur að vinna. Ég minna, þú ert hættur að stimpla þinn? Já, ég er hættur að stimpla minn og hættur að vera í svona fastri vinnu. Ég hef sjaldan unni meira. En þetta er allt öðru vísi, sko, nú er maður svona frjálsari. Er þetta ekki gaman? Það er svo gaman að lifa, það er alveg yndislegt. Gaman að hafa góða heilsu og gaman að eiga alla þessa vini. Steini P. Þorsteinn Pétursson. Þorsteinn Sigurjón. Já, mátt ekki gleyma því. Nei, það var gaman að fá að spjalla við þig. Og þetta hefði getað spjallað eins og margt annað, lögguna og svona starfið þitt, aðalstarfið þitt og annað. En þetta var bara fínt, það var gaman að spjalla við þig og rifja upp dvölina á eyrinni eða hérna, hvað heitir það? Gleráreyrónum. Já. Og þetta fólk sem þú ert búin að segja okkur frá. Gaman að fá því heimsókn. Ferðinst þig vel. Já, takk að þér fyrir. Takk að þér fyrir. Takk. Bless.